Þá 10. liður næstur á dagskrá sem tilboð í spildur í Þykkvabæ. Þið hafið fengið viðkomandi tilboð og ekki orðulaust. Einhver kveður sér hljóðs, þeir voru þarna svona nokkuð jafnir. Sá eldri. Magnús var hærri en ég held að Steindur hafi verið sjónamun. Ég er sjónamun eldri. Mér finnst þetta, eða svona mitt allavega, eins og ég sé þetta, þá þetta sé bara allt og lágt tilboð. Og minnst hvort þið væri ekki að selja þetta og þessu verðið öðru sem þá auðlýsa að einhverju fleiri getur kostað það. Mér finnst þetta, já, ekki allavega svona ásættanlegt tilboð. Það er alveg sjálfsagt minnst hvort að þetta eru þetta til sölu. Það er að svara þessu en væntanlega getur bara fasteignasali sem með þetta sagt hvort þetta sé eitthvað sem við kautum gerast að eirinni. En bara í fljótu bragði svona sem leikmaður finnst mér þetta lítið. Takk, Magnús. Já, þetta er nú eiginlega bara ditt það sem ég ætla að segja, mér er þetta of lágt að höfnum því. En svo með gögnin, þessi loftmyndi er bara svört. Er ekki hægt að gera það öðruvísi? Við vorum búin að, það er litaskanni á skrifstofunni. Ég fekk þetta svona frá byggingafulltrúa. Já. Þetta virðist fara svona í skönnun. Ég held að það eigi nú að vera hægt að, en það getur verið að þurfa að skanna það þá sem mynd, en ekki sem PDF. Ég held að, en þetta er eitthvað sem þarf að athuga því við höfum ekkert að gera við svona svartar klessur. Það er nokkuð ljóst. En Torfi er næstur. Já, ég vil bara taka undir þetta. Það er náttúrulega alveg með ólíkindum að það sé verið að færa sveitarstjórnir svona svartar klessur til skoðunar, slag í slag, eigandi myndaskanna ef það er rétt sem hefur komið hérna fram og ég held að öll svona miðlungsfyrirtæki og sveitarfélög að þessar stærðargráðu séu löngu búin að komast yfir þessa tækniörðuleika að leggja svona svartar klessur fyrir sveitarstjórn og þessu verður bara að linna og það verður bara að setja þetta í lag. Ég tala við byggingafulltrúa. En það er fagnaðarefni að það sé verið að sýna löndum sem eru til sölu hjá sveitarfélaginu áhuga og það sýnir það að það viti einhverjir af því að þetta er til sölu og það er bara hið besta mál. En ég tek undir það að tilboðin eru því miður dálítið mikið og lág og engin leið að verða við því, þannig að það er ekki hægt að leggja hana til að þessu verði hafnað. En vonandi styttist í að við fáum viðunandi tilboð í bæði þetta og einhverjar aðrar eignir sveitarfélagsins en ég held að við verðum að byrja sveitarstjóra guðan á bænum að reyna að laga þessi gögn. Já, ég var að biðja byggingafulltrúa að gera það. Úr því að það nú hægt að leggja fyrir okkur sveitarstjórnina litmyndir af gömlum konum Vesturbæ Reykjavíkur þá hlýtur komið með rjómatertur og allt. Með hlaðið tertum eins og í kristnihaldundur jökli þá hlýtur að vera hægt að laga þetta. Ég bara treysti því að það verði gert hið fyrsta. Ég er búin að punkta þetta hjá mér og bið Birgi að laga þetta. Margrét er svo. Ég var að spáði hvort það virkaði þetta ekki þannig að við myndum geta gert gagntilboð, heyra í Fannberg og varðandi upphæðir og gera þá gagntilboð. Eða er þessu bara hafnað sér svona? Það er konar fram tillögur að hafna þessu bara eins og þetta liggur fyrir. Við höfum náttúrulega ekki tekið neina umræðu farið í neina hugmyndavinnu það hvað við teldum vera eðlilegt verð fyrir þetta. Þannig að á þeim grunni höfum við eiginlega ekki stöðu til að gera gagntilboð. Ekki nema að það farið fram áður. En Anna-María var næst. Ég ætla einmitt að spyrja því, ég sé að það er hérna 90.000 krónur per hektarinn. Ég ætla einmitt að spyrja, er eitthvað vitað, hvað sirka hektarinn er að fara á þarna niður frá? Og ég meina, er þetta túni, maður sér það ekki á myndinni hvað þetta er sem verið er að reyna að selja, sko. Og svo er það bindandi og stendur til, hvað, 2. desember?
Þannig að það er, ég ætlaði bara að vita hvort það væri eitthvað hugmynd hvað við verðum að fá, gætum hugsanlega fengið fyrir Hektarann. Takk. Guðfinna Gjörsson. Ég held að það væri nú svona, nú eru þessar spildur auglýstar til sölu á heimasíðu sveitarfélagsins, þannig að ég held að þær eru greinilega til sölu, þannig að mér finnst það nú vera svolítið jákvætt ef við getum falið sveitarstjóra að ræða við fasteignasalann gagntilboð eða gera þessum aðila gagntilboð. Og þá getum við bara borið það áður undir okkur hugsanlega og endanlega þá með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Ég meina, við viljum selja þetta, það er ekki málið. Þannig að það er aðili greinilega sem hefur áhuga að kaupa, en þó við séum ekki sátt við verðið, þá er þetta svona almenn viðskipti í fasteignum að það er nú oft gert gagntilboð. Þannig að mér finnst það svona jákvæð skilaboð hjá okkur að fela sveitarstjóra að gera gagntilboð, eða hvort það heitir, að hafa samband við aðilann og því eitthvað hljótum við að hafa þegar eignin er til sölu og við hljótum að vita eitthvað styrka hvað við viljum fá fyrir þetta. Annars er þetta tilgangslaust að vera með hann til sölu. Það er bara algjörlega vonlaust. Það þyrfti kannski að ræða við fasteignasala hvað væri eðlilegt verð fyrir hektara þarna á þessu svæði. Ég hef ekki í huganum tölu og ég hef ekki vita því hvað væri eðlilegt að selja land þarna. Og eins og Anna María bendur á það, þetta skiptir máli hvers kyns land er að ræða. Er það rækta tún eða er þetta óræktaður mói eða hvað er að ræða. Þannig að ég tek nú undir það, mér sjálfsagt að fela sveitarstjóra að ræða málið við fasteignasalann og kanna grundvöll fyrir gagntilboð. Það er allt í lagi. Steindór var búinn að biðja orðið. Sirka sem ég ætlaði að segja, maður hefur ekki alveg forsendurinn að maður veit bara óræktað land er miklu að verða þetta. Ég veit ekki hvort þetta er kartöflugarður eða hvað það er. En það er sjálfsagt að láta fasteignasalinn hlýtur að hafa einhverja hugmyndir. Hvaða verð er í gangi svona. Kannski eitthvað flott verð. Hlusta að látt. Get ég haft þetta svona? Tilboðum er hafnað og sveitarstjóra falið að ræða fasteignasala í samræmi við umræður á fundinu svo við sé ekki að tilgreina það í fundargerðinni. Nákvæmlega. Falið að ræða fasteignasala verðmyndun. Já. Myndun lands á svæðinu og hugsanlegt gagntilboð. Og þá myndum við frekar segja þarna, já, í samræðu við umræður á fundinu, það er það í lagi. En við myndum kannski segja þá að afgreiðslu tilboðan er fresta. Já. Já, það er ekki útrunnin hvort þið Já, það er útrunnin hvort þið Þá getum við líka bara sagt sveitarstjóri falið að ræða við fasteignasalann verðmyndur lands. Þau eru þá hvort þið eru úr gildi. Já, við þurfum ekki til það. Bara fasteignasala, bara punktur eða hvað? Fasteignasalu verðmyndun lands á svæðinu. Það hvað þú átt að ræða. Já. Punktur bara. Hér. Nei, og hugsanlega gagntilboð ekki. Já. Þorður þessu. Sko, verðum við ekki að senda einhver skilaboð frá okkur þetta þó að tilboðin séu útrunninni. Getum við ekki sameinast að segja líka að minnstakosti að sveitarstjórn finnst tilboðin ekki ásættanleg. Er það ekki lágmarkið? Erum við ekki öll sammála það að minnstakosti þó að við förum ekki djúpt í það sko hvað þau eru mikið óásættanleg. Svo að það sé komið þó allavega skilaboð Þetta svo telur tilboðin óásættanleg. Margrét?
Mér finnst samt eins og hefur komið fram erfitt að segja hvort það er óásættanlegt af því við vitum svo ekki nógu mikið um þetta. Mér finnst hinn bókunin bara fín. En já, setjum við kannski ekkert á móti þessu, mér finnst það óþarfi meðan við upplýsingarnar. Steindór. Þið getur það með, sko, en þá myndum við líka þurfa eiginlega að sleppa þessu, að bara sveitastjóri, við myndum það fínt bara sveitastjóri að fara að ræða fasteignarsala verðmyndun lands á svæðinu. Er það ekki? Þar sem tilbúin, náttúrulega svo getur þú sagt þessum tilbúin er runnin út, þetta setja inn endur við þessum tilbúin, þau eru náttúrulega runnin út. Já, þau eru send nátt, ef ég má, þau eru send náttúrulega þegar fundur nátt að vera 7. desember. Þess vegna er þau annan, ég hef ekki fengið nein viðbrögð frá fasteignarsala að við höfum fært fundin. Nei, þau hefur það kortið er verið útrunni. Já, einmitt. Já, það er annar. Bara, Guðfinna. Þetta er bara óskup eðlilegt svona í fasteigna viðskiptum að það þarf ekkert að tilkynna það að maður sé að hafna tilboðinu. Það er eins og höfnun ef því er bara ekki svara. Þannig við þurfum ekkert að bóka að hafna við séum á móti því að hafna. Þetta er gott svona. er þetta ekki bara gott svona? Engin athugasemd við það.